Herðu, jæja, við erum mætt hérna aftur og við erum komið með hana Hrafnhildi Lúthersdóttir sem er samfélagsmiðla stjóri eða fulltrúi hjá Sundsambandinu. Velkomin. Takk fyrir það. Herðu, hvernig gengur mótið á ykkur? Það gengur nefnilega mjög vel. Hingað til við komið með 1 mótsmet bara núna í morgun, hann Guðmundur Leó. Og svo við líka komið með Íslandsmet í flokki S18. Það eru sem sagt fatlaðir líka að taka þátt hjá okkur og hérna, þannig að þetta byrjaði mjög vel með að við að þetta sé svona snemma á árinu og þetta í rauninni fyrsta sundmótið í löngu lauginni, sem sagt 50 metra lauginni. Já, ok. Þið eruð yfirleitt ekki með þá sundmót í svona langri laug eða? Jú, þetta skiptist þá í rauninni í tvennt. Þá það í rauninni bara núna frá janúar fram í ágúst langa laugin, sem sagt 50 metrar. Og svo eftir það þegar tímabilið byrjar aftur svona september, þá það september til desember stutta laugin. Ok, 25 metrar. Ok. Hvenær byrjaði mótið hjá ykkur og hvenær það búið? Já, það byrjaði í gær. Og þá var það undanrásir og beinúrslit, svolítið svona lengri greinarnar fóru í beinúrslit og svo héldum við áfram í morgun, undanrásir, úrslit í kvöld, svo klárast það aftur á morgun, þá eru undanrásir og svo úrslit seinasti dagur á morgun. Okay. Og hvað þið með margar greinar? Þetta rosa svo margar söngrar sem eru til, bara verið að keppa í þessu öllu? Nánast öllu, en það alveg sleppt einhverju til þess að halda þessu aðeins svona minnka við, þannig að þetta eru alveg frekar langir dagar, langir hlutar. Hvað þetta margar greinar nákvæmlega get ég ekki munið akkurat núna, en þú veist, þetta alveg tiltölulega mikið, en við erum að sleppa til dæmis stelpunnar keppa í 800 metra skriðsundi en ekki 1500 metra skriðsundi og það öfugt hjá strákunum. Þeir keppa bara í 15 en sleppa þá 800, þá það svona aðeins til þess að minnka við þar. En það sem við erum líka með það eru náttúrulega lágmörk til þess að komast inn á mótið, þannig að það ekki endilega allir sem eru að keppa frá Íslandi, en við erum með alveg yfir rúmlega 250 sundmenn sem eru að keppa og frá alveg 9 löndum. Þannig að þetta alveg frekar stórt mót og langir hlutar eins og ég segi, en mjög skemmtilegt. Ok, þannig að það eru þarna alveg margir erlendi þátttakendur að taka þátt á þessu móti? Já, við erum með frá Skotlandi, Írlandi, Indlandi, Litháen, Hollandi og svo auðvitað náttúrulega Íslandi, alveg heilmikið af krökkum. Ok, frábært. Og þið mótið ykkar í Laugardalshöllinni? Laugardalslauginni, já. Laugardalslauginni, afsakið, þetta alltaf sama hérna. Já. Í Laugardalnum og getur fólk komið að horfa? Já, það hægt að kaupa náttúrulega miða bara á netinu, en við erum líka hægt að kaupa bara miða í lauginni, 1000 krónur alla helgina og endilega koma að horfa. Það rosa góð stemning í lauginni og fyrstur kemur, fyrstur fær sæti, af því það allavega ekkert endilega mikið af sætum í boði, en það líka mjög skemmtilegt að standa bara og horfa og svo líka glersvæði þar sem veitingar í boði og hægt að horfa þaðan líka. Frábært, hljómar eins og skemmtileg stund að koma hérna yfir helgina. Já. En einhverju svona sérstakir sundkappar eins og maður segir sem að svona verst að fylgjast með þessa helgi eða eru kannski einhverju erlendir keppendur sem eru að koma sem að svona hafa ekki komið hérna áður og svona? Já, við erum allavega með, það allavega lið frá Skotlandi sem eru að koma, ég held að þetta sé þriðja skipti sem að þau eru að koma, þannig þau eru alltaf mjög ánægð með þetta mót. Við erum með keppendur frá Grænlandi sem líka alltaf mjög skemmtilegt að fá þau, en svo náttúrulega bara okkar eigið fólk sem bara að standa sig vel, eins og ég nefndi áðan Guðmundur Leó, Snæfríður Sól kom hérna heim frá Danmörku. Já. Og að keppa og þannig við erum með svona okkar stærstu nöfn að nýta sér þetta sem svolítið gott æfingamót, svona byrja og greinilega að standa sér vel eins og ég nefndi með það komið nú þegar mótsmet og Íslandsmet, þannig að það allir í góðu stuði. Ok, frábært. Það eitt sem ég langar að spyrja líka, að því það kannski ekki allir sem að komast að á þetta mót. Þetta eitthvað svona, hvað segir maður, þú þarft að vera með einhver x mörg stig til að komast inn í móti, þetta bara x mörg pláss í rauninni? Já, það í lágmörk, þú þarft að synda ákveðin tíma og þá færðu að keppa. Og í rauninni ekkert endilega síðan sett lágmark á fjölda, af því að við viljum bara sem flestir geti fengið
að taka þátt en svo eru náttúrulega sumargreinar vinsælari en aðrar þannig þá eru alveg margir riðlar í þeim og þá verður þetta kannski svolítið einmitt lengra en nei það er engin, það er bara þessi tímalámörk og leið að búið að ná því þá má keppa. Ok. Frábært, herðu, ég bara þakka kærlega fyrir að koma hérna og spjalla aðeins við okkur bara og kynna aðeins betur sundið. Takk fyrir mig. Og ég bara hvet endilega öll til þess að fara í laugardagslaugina og horfa á sund og bara, já, aftur, takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Herðu, við ætlum annars að kíkja aðeins á, ég fór á sundæfingu hann í fyrra, fór og hitti nokkra og skellti mér í sundföt og eitthvað. Það var ekkert eðlilega erfitt að fara í þessa sundbóli. Ég held ég hafi verið hálftíma að fara í það, en kíkjum aðeins á þessa æfingu hjá mér frá því fyrra. Herru, jæja, við erum mætt hérna sundæfingu. Ég þurfti virkilega að fá eitthvað til þess að keppa á móti mér inn í sundi, þannig ég ákvað að hringja í færasta sundmann landsins. Hann Bergþór vinn minn. Góð Bergþór, góð hérna. Gaman að sjá okkur. Hvað segir gott? Ég segi mjög gott. Og ég þurfti að hringja þig hérna til þess að fá eitthvað góðan með mér. Við erum sko að fara að keppa líka á móti afreksfólki hérna. Hvernig líst þér á það? Ég hef vist að keppa á móti hraðasta sundkappa Íslands sögunar. Já, það er hárrétt. Ég er svo stressuð að ég bara ég er að... mjög stressuð. Við erum klæður ykkur í það. Let's go, við erum að... Ég verði það. Ég er að fara að vera í Þitt er verða, sko. Já, mitt er miklu verra. Já. Ertu að grínast í mér eða? Jæja. Þetta er keppinautur minn í dag. Símon Elias heiti ég. Herru, jæja, við erum mætt hérna með hana Sunnu og Sunna ætlar að keppa móti mér. Hvað segir í dag? Það er bara allt gott, sko. Ég veit ekki eins og hvað ég segja, ég er svo stressuð, sko. Þetta er bara erfiðasta sem ég hef gert á ævi minn að komast inn á sundból. Þú maður okkur bara að klára þetta og fara Já, ef ekki bara fara að gera þetta. Jú, við erum með þetta. En við gerum bara okkar Já, besta. ok, let's go. Þú stressaður? Já, mjög. Nei, þú getur þetta. Hún er að fara að vannmynda mig Ég held það líka. og mun ekki gefa allt í þetta. Take your marks. Take your marks. Come on, Bergþór! Let's go! Come on! Yes! Þetta var góð tími. Vel gert! Take your marks. Hvað gerðist, Margrét? Margrét er svo mikill aumingi að hún var að stinga sér eitthvað vitlaust og fætinu fóru bara næstu í hnakka og eitthvað. Þannig að dómnefndur ákveða að gefa henni 10 sekúndna headstart. Take your marks. Take your marks. Þetta var allt og langt. Margrét vann, þetta er staðan. Þetta er miklu erfiðar en fólk heldur, sko. þetta er Það synda bara 50 metra. Þetta er ógeðslega erfitt, sko. Já. Það verður gaman að sjá hvað við gerum næst. Já. Það ekki það? Let's go.